Herra krakkar, þá er þetta síðasta innleggið mitt fyrir þennan áfanga. Það er hluti D í Lotus X og það felst sem sagt í því að við erum með einhver tvöföll og það getur verið fleigbói og lína eða bara tveir fleigbóar eins og er hérna. Og það sem við erum að finna hérna eru skurðpunktar. Hérna er bara einn skurðpunktur og það er þessi hérna punktur. Ok, og við ætlum að finna þennan punkt. Og það sem ég veit með þennan punkt er að í honum að þá er þetta fall og þetta hérna fall með sama uppsilongildi. Ok? Og uppsilongildi, það er bara þetta f af x og þetta g af x. Það er hversu mikið við förum upp og niður eftir lóðrétta ásnum. Þannig að þetta er uppsilongildi og þetta hérna líka. Þannig að þessi hérna punktur, hann segir okkur að uppsilongildið fyrir aðra línuna verður að vera sama og uppsilongildið fyrir hinn línuna. Og þetta er svona byrjunar skrefið til þess að leysa svona skurðpunkt. Það sem að gera næst er að síðan bara setja maður inn fyrir f af x, setja maður inn fallið, það verður x öðru mínus 6x mínus 7, g af x verður x öðru mínus 4x pluss 5. Og þá hefst hérna algebrugliðin og þá þarf maður bara að byrja að einangra x-ið og við sjáum að ég er með vinstra minn er í með x öðru og hægra minn er í líka með x öðru. Þannig að þess að ég get gert hérna er ég gert mínus x öðru og mínus x öðru. Svo ég er að gera það saman báðum með samansmerkið sem er leyfilegt. Það sem gerist þá er að þá hverfur þetta x öðru báðum megin. Eftir verður mínus 6x mínus 7 mínus 4x pluss 5. Sama sem mínus 4. Ok, svona. Núna vil ég bara hafa x-in öðrum megin og töluna hinum megin. Ég ætla að byrja að taka að gera pluss 6x hérna báðum megin og hverfa hérna vinstra megin. Eftir verður bara mínus 7. Þetta verða 2x að því ég er með 6x og mínus 4x, það verður 2x. Lítið þetta svona út. Ég losa mig við þessa 5. Þá verður þetta mínus 12 saman sem 2x. Deili hérna með 2. Styttist þann út. X verður saman sem mínus 12 deilt með 2 sem er mínus 6. Og þessi tala, mínus 6, það er x-gildið. Hérna. Það er þessi hérna punktur. Samsvarar þessu. Nú ef ég vil vita hvert er uppsilongildið. Uppsilongildið þegar x er saman sem mínus 6. Að það þýðir bara að ég er að finna f af mínus 6. Eða ég er að finna g af mínus 6. Þetta ætti að gefa mér sömu niðurstöður, f af mínus 6 og g af mínus 6, af því að þar skerast þessar tvær línur. Og ef ég ætla að finna f af mínus 6, og þá set ég bara mínus 6 inn í falli fyrir f af x, það verður þá mínus 6 í öðru, setja þessi mínus til ánægveldi, mínus 6 sinnum mínus 6, mínus 7, nóg af mínusum. Og þá fæ ég hérna út eitthvað tölu, segjum að ég sé að fá 20, ég er að giska á það, þetta er einhver önnur tala, þá er það þessi hérna tala, 20. Þannig að fyrir að leysa hérna dæmi D1 bara einfalt, það er bara að teikna hana 3 línur. Hérna er að finna skurðpunkt og það er sýnidæmi um það, en það er bara eins og ég var að taka, það er einfaldara. Og en það getur vel verið að fá annars stykk jöfnu sem þurfa að nota hérna Batman til þess að leysa hana, eins og við erum búin að gera núna hingað til í lotunni. En það ætti ekki verið neitt vandamál.
En aðalmálið, það er að byrja að setja fram þessa reglu, sama sem hann á milli, og síðan eftir það er þetta bara í algebra, þar sem við erum að einangra x-ið. Og það getur verið að við endum með eitthvað x í öðru veldi, þá vil ég enda með eitthvað á þessi formi, ef við erum með x í öðru. Ef við endum x í öðru, þá vil ég vinna með þetta hérna, og þá fyrir að nota hérna Batman fyrir að finna út A, B og C.